Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinu sem við tökum að þessu sinni upp á Sauðárkróki, enda sæluvika framundan í Skagafirði. Mér skilst nú reyndar að þeir séu 52 yfir árið sæluvikurnar í Skagafirði, en þessi fær svona alveg ákveðna sérstöðu. Verið velkomnar, dömur. Takk fyrir. Byrja kannski aðeins að lýsa fyrir okkur bara hvað er sæluvika, í hverju felst hún og til hvers? Já, sæluvika við kallum þetta menningarhátíð. Þá eru settir saman menningarviðburðir og það eru margir viðburðir á hverjum degi í heila viku. Og það eru tónlistarveislur og tónleikar og kórar og leikfélag og barnadagskrá og svona ýmislegt. Svo vorum við náttúrulega með eitt reyndar alveg glænýtt á sunnudaginn að við tilnefndum, heiðruðum einn Skagfirðing sem að svona okkur finnst það að auka samfélagið í gegnum tíðina og veittum honum svona heiðursverðlaun, samfélagsverðlaun. Og hver var það? Það var Stefán Petersen sem er ljósmyndari hér á Sauðárkróki og hefur búið hér alla sína ævi og hefur komið víða að. En síðustu ára þá hefur hann síðast en ekki síst fyrir utan hvað hann hefur aukað samfélagið og bæði hann er ljósmyndari og meðal annars hefur leikfélagið hér notið hans krafta því að svona fyrir tíma tækninnar þá myndaði hann öll leikritin ljósmyndaði og leikara og þetta er gríðarlega verðmætt safn sem er til leikfélag Sauðárkróks sem hann hefur búið til meðal annars. Og svo kom hann mikið að íþróttamálum og ýmsum samfélagsmálum og unnið mörg trúnaðarstörf fyrir samfélagið í gegnum tíðina. En síðast en ekki síst voru honum veitt þessi verðlaun fyrir að hann hefur síðustu ár, hann er ekkjumaður, missti konuna sína og áður en hún lést þá dvaldi hún hér á heilbrigðisstofnuninni á dvalarheimili aldraðra. Hann fór alltaf að lesa fyrir hana og fleiri heimilisfólk, fleiri og hann hefur haldið þessu áfram. Fer 3 í viku, les, spilar, er með kvöldvökur og þetta gerir hann allt bara fyrir ekki neitt og er svona kund að setja, má segja. Yndislegt, þetta er svo mikilvægt að taka eftir þessu í samfélaginu. Þetta er það sem gerir okkur að. Já, við auglýstum eftir ábendingum, það komu fjölmargar góðar ábendingar og úr vönd að velja, en þetta var svona það sem að öllum fannst standa upp. Mjög fallegt. En þessi tímasetning að sæluvika sé í apríl, það eru margir með svona einhverjar vikur eða daga, það er yfirleitt yfir sumartíma. Hvers vegna velja apríl? Upphaf sæluviku má rekja svo langt aftur í tímann, alveg til ársins 1974, þegar Íslendingar fengu nú sína fyrstu stjórnarskrá. Já, vel bara 1874. Það var akkurat aftalið. Þá komu Skagfirðingar saman til að fagna eins og aðrir á landinu og þar kom saman í Espishólsstofu á Reynistað fólk og þar var sett upp tjald og fagnað og málin rædd og í framhaldi af því þá skemmtanahald og slegið upp dans og söng og til þessa dags má sennilega rekja upphaf skemmtanahalds í Skagafirði. Já, og ekki hefur það nú verið að vera endanum í gegnum tíðina? Nei, síðan haldinn fyrsti sýslunefndarfundur 1886 á Sauðárkróki og í tengslum við þennan sýslunefndarfund eða sýslunefndarviku voru settar upp skemmtanir og þess vegna hefur þetta haldist held ég þessi árstími. Síðan var það nú alveg bara einboðið að í sæluviku skall alltaf á stór hríð. Það var bara þannig. Og það svo sem skemmdi ekkert fyrir. Fólk var þá bara veðurteppt og bara allt í lagi með það. Ákveðið ævintýri í því þá bara? Ákveðið ævintýri í því, en það var samt ákveðið. Það kom kannski aðeins lægð í þessa sæluviku svona kringum 90. Og 1994 að þá hún svona sett af stað aftur með svona leikfélagið svona fer með miklum krafti og kvenfélag Sauðárkróks kemur inn með dægurlagakeppni og svona í framhaldi af því svo, ég held að það sé svo
upp úr 2000 sem ákveðið að fara með hana lengra fram á vorið, svona kannski út af einmitt veðri, held ég aðalega. En hvað er að vera núna? Við fáum nú nokkur dæmi það sem á dagskrá. Það náttúrulega leikfélagið þetta svona burðarstólpinn, þeir og við hérna í frumsýna. settinu hjá þeim, svo það útskýrist nú. Og það bara hefðin að það frumsýnt á sunnudegi, í fyrsta degi Sæluviku. Hún sett sem sagt á sunnudegi og það líka alveg ómissandi og árvist að Karlakórinn Heimir með tónleika á laugardagskvöldinu viku seinna. Þetta svona burðarstólparnir myndi ég segja. Og svo náttúrulega bara fjölmargir viðburðir kirkjukvöld, það svona söng í kirkjunni, það söngur og koma gestasöngvarar og það mjög vel sóttur viðburður. Hann alltaf á mánudagskvöldum og svo svona bara, já, ýmislegt. Það myndlistasýningar, það var opnuð myndlistasýning eftir unga skaffiska listakonu í Safnahúsinu á sunnudaginn. Ofboðslega flott og ég fyllist svona svolítið pínu stolti þegar ég fer á milli. Í Gúttó var opnuð á laugardaginn síðasta myndlistasýning, það Sólon myndlistafélag, það áhugamenn hér í Skagafirði sem að mála og setja upp sýningu í tilefni Sæluviku. Og ég var svona, mér langaði í allar myndirnar sem voru þar. Þannig að og svo mikið söng, það var sönghátíð í Miðgarði í gær þar sem að saman komu ýmsir og það á föstudagskvöldið stór viðburður sem örugglega mjög spennandi í Íþróttahúsinu. Árið já. Og þetta svona, má segja svona megninu til þetta söngur, myndlist, já. Eina sem að mér finnst vanta í þetta allt saman hestar. Hvar eru þeir eiginlega? Þetta Skagafjörður. Sko, það var í Sæluviku, tekið til kostana, í upphafi Sæluviku. En það ekki núna, við erum alltaf með gríðarlega stóran viðburð í sumar, sem landsmót hestamanna, þannig að... Já, það reyndar, það þarf að hvíla fyrir stóra hátíð. Og svo það má segja að það voru 3 hestamannafélög í Skagafirði sem við komum til að. Það núna búið að sameina þau í eitt og nú erum við með hestamannafélagið Skagfirðingur og það búin að vera mikil vinna í að klára það allt saman fyrir landsmót. Skorað á að vera með næstu Sæluviku með eitthvað bara. Já, þeir skorast ekki Eitt að lokum að því að tíminn nú að hlaupa frá okkur. Þið voru á fundi áður en að þið komið í tökur og hvað það var að vera að ræða sundlaugamál. Ég er sérstakur áhugamaður íslenska sundlaugur. Hvað að gerast í sundlaugamálum Skagfirðinga? Já, ég mjög hrifin á sundlaugum líka. Enda nóg af þeim hérna. Nóg af þeim hérna. 7, eru það greinast? 7 sundlaugar. Í Skagafirði, já. Og vantar rennibraut. Nú verður bætt á því. Við vorum á fundi áðan, já, með arkitektum og verkfræðistofu og vorum að skoða svona, það búið að vera svona teikningar í farvatninu og við vorum að skoða grunnhugmyndir og aðeins að svona útfæra það, eða arkitektin að sýna okkur hvað hann var búinn að gera og þetta lítur bara út, þetta bara mest spennandi verkefni sem núna í gangi finnst mér. Já. Og það verður rennibraut. Það verða 2 rennibrautir. Við getum farið í keppni, Hilda, niður sitt hvora rennibraut. Já, ég finn. Og við erum bara að vonast til þess að við getum, nú þetta komið á skrið og það verið svona að setja tímalínu í því hvenær hönnun verður lokið í þessu og við erum bara að vona það að við getum hafið framkvæmdir seinnipartinn í sumar. Æðislegt. Gaman að fá ykkur, góða skemmtun áfram í Sæluviku. Ég hlakka gríðarlega til að mæta í nýju rennibrautirnar. Ég ætli báðar. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir alltaf gaman og gott að koma hingað. Það eitthvað einstakt, María, við Skagafjörð. Þú segir það, ég ætlaði að búa einnig 3 ár. Ég búin að vera einnig 20 og eitthvað ár. Já, í alvöru. Fólk að komast að þessu í ríkari mæli núna. Okkur hefur fjölgað, við verðum að koma því að okkur hefur fjölgað 52 frá áramótum. Það nú bara stórkostlegt. Ég skil það. Nú erum við á uppleið. Já. En við bara þakkum þeim kærlega fyrir að kíkja til okkar hérna í settið í leikhúsi upp á sviði og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.